Það var snemma morguns og Geir vaknaði bara nokkur hress. Þetta virtist alltaf verða ósköp venjulegur dagur og Geir hugsaði með sér að það var ekkert vit í að segja af sér á svona fallegum degi. Ekkert frekar en í gær þegar hann gekk á með skúrum. En þá sá hann svolítið skrítið. Kæri Geir, nú eru liðnar margar vikur frá því að fótunum var kippt undan íslensku þjóðinni, en þá hefur enginn af þeim sem valdi voru að þessu sagt af sér eða boðist til þess að axla ábyrgð. Þess vegna höfum við ákveðið að segja af okkur. Já, kæri Geir, við segjum af okkur. Bless og takk fyrir samveruna. Íslenska þjóðin. Heyrðu þau að hafa skilað húslyklunum og kennitölunum. Þau eru farin. Guð minn góður. Ingibjörg! 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 Í litlu landi, í litlum sjó bjó lítil þjóð, með lítil laun og lítinn sparnað í litlum sjóð. Og öll þau langaði lítið hús, það var lítil bón og til lán sér tóku þau litla Gunn og litli Jón. Þau greiddu ætíð litla vexti og lítinn skatt, og lifði ánað við lítinn lúxus og lítið pjatt. En lánið hækkað og húsið át, það var hláleg sjón og að heljar þröm voru litla Gunn og litli Jón. Í þessu litla landi ríkti lítil stjórn, sem klúðraði öllu en enginn vék, það var of stór fórn. Og bankar hrundu og Bretland með og hver ber það tjón, nú þau borga brúsan þau litla Gunn og litli Jón. Litla Gunn og litli Jón, litla Gunn og litli Jón. Getur ekki við. Ég get svo svarað, þetta stendur hérna. Við erum orðin þreytt á gervi úrræðum vegna þess að við vitum að það verður við sem verður látin borga brúsan á endanum. Við segjum af okkur sem Íslendingar. Bæ! Ég var búin að segja þetta fyrir löngu. Við áttum að taka upp herskyldu fyrir lifandis löngu og kalla svo alla þjóðin í herrin. Til hvers? Þá hefðum við getað dregið hann alla fyrir herri ett á einu bretti, fyrir liðhlaup. Já, útlitið var ekki glæsilegt núna þegar stjórnin satt ein í súpunni. Það var eins og allar bjargir væru bannaðar. Það var ekki einu sinni hægt að grípa til neyðarúrræðis sem alltaf hafði verið gripið til fram að þessu, að stofna nefnd. Því hverjir átt að sitja í nefndinni? Það ekkert í sjónvarpinu. Það hefur aldrei verið neitt í sjónvarpinu. Nei, sem betur fer. Þá myndi þjóðin kannski fatta hvernig ástandið Hvað er þetta? Þetta færi ekki sjónvarpið. Íslensk flóttafólk nýstjana að finna í allsamt større mun í hafunum mellom Ísland og Føroya. De føroysku skipene hava ura gera vid att hålla upp fältsinni från nökvum uimusum flækum, båtum og rekastokkum. Fältsinni vila fyrirbils onki sia, men atlanen tja taimun öllum mun vera tann sökja fria sjól som politist flóttafólk í Føroyum. Ég verð að segja alveg eins og að mér finnst þetta einstakt vinað bragða Færeyingum. Sko, ef við hefðum nú aulast til þess að stofna hér, þá getum við rettað okkur núna með því að gera innrás í Færeyjar. Komin þetta gauri frá alþjóða gjaldeyrisjónum. Ha? Já, hann úti. Í alvöru? Geir, hann hérna. Aha, Hvar hann? Ó, það aldeilis entrans. Geir! Já, það ég. Ertu með aurana? Nei, en ég með skilyrðin. Skilyrði? Já, skilyrðin 10. Það gat nú skeð. Fyrsta, ég gjaldeyrisjóður þinn, þú skalt ekki aðra gjaldeyrisjóði hafa. Þetta byrjar á svona klassískan hátt. Annað, þú skalt ekki leggja nafn markaðarins við hégóma. Þriðja, þú skalt ekki níðast á þeim sem skulda milljarða, heldur skaltu afskrifa skuldir þeirra og láta almenning borga brúsan. Fjórða, heiðra skaltu vexti og verðtryggingu. Fimmta, þú skalt gæta þess að bankarnir fái allt sitt tilbaka þó að það setji heimilin í landinu í gjaldþrot.
Þetta nú ekkert flókin skilyrði. Nei, þetta bara eins og þetta fyrir alltaf virkað. 7. Þú skalt auka greiðslubyrði milli stéttarinnar þar til hún borgar allar tekjur sínar af lánum sem hvíla á verðlausum húseignum. 7. Þú skalt skuldsetja börn og unglinga svo bankarnir þurfi ekki að taka á sig neitt hluta af vandanum. Þetta bara eins og tala út úr mínu hjarta. 8. Þú skalt skuldsetja komandi kynslóðir eins langt fram í tíman og þurfa þykir. 9. Þú skalt setja fram úrræði sem leysa engan vanda, heldur veita þjóðinni örlítinn gálgafrest. Og 10. Já. Þú skalt sitja sem fastast og aldrei viðurkenna að þú hafi gert nokkur mistök. Yes, ég vissi það. Jú. Þau urðað borga meir. Þau fórað orga, hei, hættu geir. En loksins sveik svo litla von, þau litlu flón og af landi brott fluttu litla Gunn og litli Jón. Litla Gunn og litli Jón. Litla Gunn og litli Jón. Það ekki laust við að grípi mann smá einmannakennd, virðulegi... Nei, hann farinn líka. Þegar ástandið eins og það þá verður manni óneitanlega að hugsa til frelsishetju okkar Íslendinga, Jóns Sigurðssonar, sem eitt sinn sagði: Ég ætla að biðja þig að fara nú ekki að vitna í mig. Ekki nóg að maður hafi þurft að hanga hér á veggnum og hlusta á þetta gaspur áratugum saman, þó að manni sé nú ekki persónlega blanda í þetta rugl með alls konar tilvitnunum út og sögur. Já, nei, ég bara... Já, ég bara. Ég bara líka farinn. Björn, það verður að grýta Alþingishúsið. Í alvöru? Já, það þýðir að það einhver eftir. Já. Ég mótmæli. Ísland var land þitt og aldrei við gleymdum íslenskum vöxtum sem greiddum við þá. Íslenska féþúfu auðvaldi dreymdum, íslenskir toppar með launin sín há. Íslensk var skattpíning alþýðu manna, íslenska siðblindan hroki og fals. Íslenskur skandall, það skuldirnar sanna, skinhelgin hún var þó íslenskust alls. Íslenskt var sukkið og útrásin líka, íslensk var stjórnin sem bankana gaf. Ísland það gerði svo örfáa ríka, Ísland nú staulast með betlara staf. Íslensk höndin sem eggjunum grýtir, íslensk röddin sem loks segir stopp. Íslenskur nefinn og hnúarnir hvítir, heita að allt verði greitt upp í topp. Góðir áhorfendur, vegna niðurskurðar munum við aðeins flytja annað hvert orð í fréttum kvöldsins. Gott. Þetta fréttir stofunar kvöldið 9.
ber 8. Ekki Háskólabíó, borgarafundur, vel. Já, góða kvöldið. Hallgrímur heiti ég. Já, ert þú með spurningu handa ríkisstjórninni? Já, mér langaði að spyrja. Þegar maður lítur á þessar tillögur sem þið eru með og eiga að koma heimilunum í landinu til góða, já, þá hefur maður oft á tilfinninguna að þið séu stóran hluta dagsins með hausinn upp í, já, hvernig er að orða þetta með hausinn upp í endaþarminum á okkur. Er þetta tilfellið? Svarið er já. Ég skil. Þetta lítur að vera óþægilegt. Já. Einmitt. En þurfum við þá ekki einhvern veginn að komast út aftur? Ég nenni ekkert að vera að tala í kringum þetta, það bara er ekki hægt. Shit, maður. Ekki aftur! Og þá skulum við líta á jóladagskrá sjónvarpsins. Það verður nóg af hryllingsefni á dagskrá sjónvarpsins yfir hátíðirnar. Mottóið er hryllingur á hverju kvöldi. Það hljómaði svo sem nógu sakleysislega, en það boðaði alltaf botnlausan hrylling. Nei, ekki aftur! Fréttastefið. Það hljómaði daglega og vissi aldrei á gott. Fréttastefið, áframhaldandi hryllingur, á meðan enginn segir af sér. Komið þið sæl. Það er töluverð hreyfing á vísitölum yfir landinu þessa dagana. Hrokavísitalan fór upp 50 stig fyrirpart vikunar og var hæst í stjórnarráðinu. Nú, rostavísitalan er ennþá í hæstu hæðum í Seðlabankanum og engar líkur á að rostin lækki þar á næstunni. Ráðleysisvísitalan hreyfist ekki frekar en fyrir daginn og sleifarlagsvísitalan er býsna há en stöðug hér í kringum Alþingishúsið hér. Þá er vantraustsvísitalan á stöðugri uppleið land allt og hér sjáum við línurit yfir Langlundar geðið í landinu en það er það bil þrotið. Takk fyrir. Landsmenn hafa nú beðið þess allnokkra hríð með öndin í hálsinum að gjaldeyrisláni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum bærist til landsins. Við fylgdumst með því þegar verið var að skipa upp dollaraseðlum. Þetta hlýtur að vera langþráð stund fyrir þig, Davíð. Já, þetta er búið að taka langan tíma. Ég veit alveg hvernig stendur á þessum töfum. Nú? Já, ég veit allt það, en það verður látið komið ljós síðar og þá ætlar að koma sér mjög illa fyrir ýmsa. En nú er sem sagt lánið, það er allt í dollarum. Já, eins og sér, þetta eru dollaraseðlar og, ég skil, einmitt, já, einmitt. Hvað nú? Nei, þeir hafa prentað viðvaranir á peningaseðlana. Nú? Já, peningar valda siðblindu, eigingirni og græðgi, peningar hefta andlegan þroska, peningar valda getuleysi. Hvernig stendur á þessu, Davíð? Já, við höfum náttúrulega sýnt það og sannað að okkur er ekki treystandi fyrir peningum. Það er full ástæða til að láta þessar viðvaranir fylgja lánunum. Já, gott kvöld. Guðbrandur heiti ég og ég er hérna með spurningu. Nú liggur það einhvern veginn á borðinu að ríkisstjórnin er búin að skýta upp á bak. En getur verið að þið séu ekki alveg búin? Eru þið ennþá að því? Bara já eða nei? Já, við erum að því. Ingibjörg. Já, það er rétt að vona. Og Þorgerður? Já. Árni? Já. Og þú verður? Vonandi. Auðvitað. Já, auðvitað. Það sjálfsögðum. Já, mér fannst þetta einhvern veginn. Já, mér langar að spyrja Geir, ef þú ert alveg hreinskilinn, hvaða 3 orð myndirðu nota yfir stefnu ríkisstjórnarinnar þessar myndir, bara 3 orð? Fjarstæðukennt, rugl, fyrirgefið því. Já, það er eitthvað sem þetta átt í hug.